Kjarnafæði. Komið sæl, í dag er búin að vera suðaustlæg átt hjá okkur með rigningu sunnan og vestanvert landið. Mest blés á Stórhöfða og Fagradalsfjalli og Reykjanesvita einnig, en það er svona búið að draga heldur úr vindinum frá því það var fyrr í dag. En mest er búið að rigna á Kvískerjum suðaustan til, en einnig hefur verið að hellast niður á Snæfellsnesi. Hér sjáum við síðan skilin vestur á okkur afskaplega skýr og þar á bakvið þá sjáum við brotna skýjahöluna sem gefur til kynna óstöðugt loft. Þetta loft er að koma til okkar og mun ráða ríkjum á morgun. Við sjáum hér lægðamiðan suðvestur á okkur með suðaustlægum áttum, breytist síðan yfir í suðvestlægar áttur á morgun með úrkomu sunnan og vestanvert landið áfram. Síðan á föstudaginn þá snýst yfir í norðlæga átt, eða gerist reyndar annað kvöld fyrst og síðan á föstudaginn og við það þá eru þéttast þrýstilínur, sjáum þarna austan til. Á hitasviðunum þá er hér heitur fleygur sem fór framhjá í dag, sjáum hér kalt loft vera að taka völdin hér yfir landinu, það kólnar heldur til morguns og síðan með þessari norðanátt sem kemur hér annað kvöld og á föstudaginn kólnar ennþá frekar, en á laugardaginn kemur nýr fleygur og þá hlýnar aðeins hjá okkur, en strax aftur á sundaginn þá kólnar þegar kalda loftið kemur sem við sjáum hér ennþá lengra vestur. En í kvöld og nótt við sjáum hér að víða úrkoma búið að rigna í flestum landshlutum, sjáum að Norðausturlandi er ekkert að sleppa, en mest hefur þó eins og sagt var hér fallið sunnan og vestanvert landið. Við sjáum hér þetta búið að vera 10 til 18 metrar á sekundu, dregur heldur úr úrkomni, sjáum hér snýst í suðvestlæga átt og svolítið vindur hér með suðurströndinni og einnig hér norðanvert landið. Það er svona nær hámarki þar, jafnvel að slá í storm á einhverjum stöðum, en þetta verður svona ansi hvasst þarna í kringum Tröllaskaga yfir hádaginn. Og sjáum hér seinnipartinn á morgun, hitatölurnar þar eru þetta svona frá frostmarki og upp í 5-6 stig. Þetta er svona að falla sem svona slyddukendir skúrir, jafnvel það sem verður allra hlýjast sé þetta bara skúrir og við sjáum að þetta er alveg sunnan og vestan til eitthvað sem fellur hér austan Tröllaskaga, en nokkuð bjart þar austuraf, en síðan þegar við horfum fram til annars kvöld sjáum hér að það er að snúast yfir í norðlæga átt hér á Vestfjörðum. Það kemur hér yfir með kaldara lofti og þetta fer að snjóa þessum slóðum. Sjáum síðan hvernig þetta dreifist yfir norðanvert landi, þessi snjókoma, og svo sjáum við að það er að bæta í vindin hér norðaustan til. Á föstudaginn jafnvel að slá í storm hér í vestanátt á Austfjörðum. Við erum að fylgja svolítið vel með þróun þessa veðurs. En snjókoma og hvassviðri á þessum slóðum og alveg búist við því að þetta verði skafrenningur líka, en sunnan og vestan til þá er þetta víða nokkuð bjart veður, hitatölunar og undir frostmarki og síðan á laugardaginn þá hlýnar heldur hjá okkur, þetta komið yfir í suðvestlæga átt. Þetta er svona nokkuð slyddukennt í þessu sunnan og vestan til, en svona úrkomi lítið þurft að kalla hér norðaustan til. En og síðan á sunnudaginn þá kólnar ennþá frekar hjá okkur aftur. Þetta er stíf suðvestanátt, hvassviðri jafnvel stormur og snjókoma í þessu, þannig að þetta verður sannkallað vetrarveður. Það er að fylgjast líka með þessu veðri. Þetta gæti verið að hafa einhver áhrif, en það svona skýrist betur þegar nær dregur. En hjá okkur á morgun þá er suðvestan átt, svona 8 til 15 metrar á sekundu víða, en jafnvel eitthvað meira miðbik Norðurlands yfir hádaginn á morgun, en skúrir landið sunnan og vestanvert, jafnvel slydduél og þurrt norðaustan til. Annað kvöld snýst síðan yfir í norðlæga átt hjá okkur, fyrst norðvestan til og kólnar með snjókomu fyrir norðan. Við segjum þetta gott í bili, þakka ykkur fyrir og verið sæl.